Íbúum Húnaþings vestra fjölgar umfram landsmeðaltal og þar mikið byggt þessar mundir. Ragnheiður Jóna Ingimarsdóttir, sveitarstjóri Húnaþings vestra, gestur í landsbyggðu. Ragnheiður Jóna, íbúum Húnaþings vestra fjölgar umfram landsmeðaltal. Hvers vegna það? Já, Húnaþing vestra náttúrulega bara góður staður til að búa á. Þar gott að vera og mannlíf gott og unga fólkið og sækir svo heim að námi loknu og vill búa í Húnaþingi vestra. Þið eru komin sem sagt yfir 1200 manns. Já, ég flutti þarna í ágúst og þá voru 1201 og núna síðustu mánaðamót voru 1221, þannig að frá því ágúst síðast árið þá var fjölgaðan 20. Þegar þú keyrir til dæmis Hvammstanga, það töluvert mikið verið að byggja. Já, það mikið verið að byggja. Það eru þó nokkuð mörg einbýlishús í byggingu, það eru parhús í byggingu og það búið úthlutað lóðum fyrir fleiri einbýlishús og parhús. Þannig ætla að sé að það eru yfir 10 íbúðir í byggingu núna og svo fleiri sem búið að samþykkja lóðir fyrir. Eins og þú segir, þetta ungt fólk töluvert. Fólk að koma heim aftur að loknu námi? Ertu eitthvað svona búin að skanna þetta? Ég ekki búin að skanna það alveg, en það þannig og það líka bara fólk að flytja inn á staðinn sem hefur ekki búið lengi, inn á svæðið. Og það sem við sjáum líka að gerast í Húnaþingi vestra að það náttúrulega að fæðast börnar eins og annars staðar á landinu og við erum líka að sjá það að mest fjölgun barna í dreifbýli í Húnaþingi vestra sem að segja okkur líka það að það mikil endurnýjun í landbúnaði. Þannig að þar að koma inn ungt fólk og með börn og að eignast börn sem mjög ánægilegt. Húnaþing vestra, þetta nokkuð svona stórt sveitafélag landfræðilega séð. Já, það mjög stórt. Það mjög stórt sveitafélag. Og Hvammstangi svona höfuðstaðurinn? Já, Hvammstangi höfuðstaðurinn og svo erum við náttúrulega með þarna líka Borðeyri og Laugabakka og svo sveitirnar allt umkring, alveg út á Strandir og svo aftur austur. En hvað þýðir það til dæmis fyrir rekstur sveitasjóðs að það sé að fjölga hjá ykkur? Útsvarið sem helstu tekjustofninn, það eykst þá væntanlega? Já, það ætti að aukast, en það náttúrulega börnin sem að fæðast, þau eru bara væntanlegir útsvarsgreiðendur og það ekki alveg komið þau fyrir að skila okkur útsvari, en jú, það ætti að gera það, en það náttúrulega margar aðrar ástæður fyrir því að eins og við vitum að útsvarstekjur eru að minnka hjá sveitafélögum í landinu. Hvernig það svona á bæjarkontornum, ertu alltaf að fá svona fyrirspurnir af og til, eru margir að spá og spekulera að flytjast á staðinn? Það kemur alltaf reglulega að koma svona fyrirspurnir húsnæði og vinnu og annað slíkt á svæðinu, já það gerist alltaf reglulega. En þeir sem eru að byggja, þetta svona að byggja sér húsnæði, þetta einn stærsta fjárfesting venjulegs fólks. Þetta þýðir væntanlega það að fólk hefur trú á staðnum og framtíðinni. Já, alveg klárlega. Það mjög mörg tækifæri í Húnaþingi vestra og þetta unga fólk sem að koma heim og að fara að byggja, það ætla sér að búa þarna og vill búa á þessu svæði. Hvers konar fólk þetta vel menntað fólk eða þetta allur skalinn? Þetta bara allur skalinn. Við erum að sjá þarna ungt menntað fólk að koma heim og líka bara heimamenn sem eru að byggja og hafa búið þarna í lengri tíma. En talandi fjölgun, það hvað 1,5 ár síðan eitthvað svoleiðis að það komu rúmlega 20 flóttamenn til ykkar frá Sýrlandi, ekki? Jú, það passar. Það hefur verið afar ánægilegt að fá þá og hafa þá í samfélaginu og það hefur gengið mjög vel aðlögunin og þau eru bara farin að taka fullan þátt í samfélaginu með okkur. Og krakkarnir farin að tala íslensku? Já, þau eru ótrúlega duglega að tala íslensku og hefur gengið vel í skólanum og leikskólanum og þau eru mjög flink og gaman að spjalla við þau. En fyrir samfélagið að taka á móti svona stórum hópi, þetta þýðir mikla skipulagningu til dæmis? Já, það var vel undirbúið og mikil skipulagning í upphafi og síðan hefur Rauði krossinn komið vel að þessu verkefni og má ekki gleyma sjálfboðaliðunum því að það hafi verið mikið af sjálfboðaliðum sem hefur tekið þátt í þessu og verið stuðningsfjölskyldur þessara fjölskyldna sem komu og aðstoða við aðlögun í samfélaginu og við gengið mjög vel og þetta fólk á allt miklar þakkir skildar fyrir hvað það búið að leggja á sig við
móttöku þessara nýbúa okkar. Veturinn í fyrra, hann var nú ansi harður. Þetta hefur komið flóttafólkinu svolítið, hvað ég segja, opna skjöldu eða hvað? Já, auðvitað gerir það að koma inn í svona vetur eins og við erum búin að vera í fyrst í þessu mikla óveðri í desember og rafmagnsleysi og símaleysi og netleysi og síðan eftir áramótin að fá COVID og fara í úrvinnslu sóttkví. Þetta hefur krafist náttúrulega mikillar skipulagningar og við höfum þurft að vera í miklu og góðu sambandi við túlka til þess að aðstóða okkur við að koma réttum upplýsingum til þeirra en þetta gekk allt vel og þau eru ennþá að vilja vera hjá okkur. Allt flóttafólkið með vinnu þeir sem að fullorðnir eru? Það náttúrulega eins og veturinn hefur verið að þá hafa ekki allir haft vinnu. Þeir voru allir komnir í vinnu í haust en svo náttúrulega kemur þetta veður og síðan COVID þannig að hlutaðin var með vinnu í ferðaþjónustunni en þau eru nú öll að mér sýnist þetta fara nú að leysast og þau förum að fá vinnu fyrir þau. Það verða svona starfsþjálfunarsamningar og annað slíkt sem verið að vinna að. En þau vilja vinna og eru opaslega duglegir í vinnu og vilja taka fullan þátt í samfélaginu. En þetta óveður sem að skalla á þarna í desember, í kjölfarið þá upphófst mikil umræða að ýmsir innviðir svokallaðir að þeir væru nú ekki mjög burðugir í raun og veru. Já, það gerði það og það kom náttúrulega bara berlega ljós bæði hjá okkur og annars staðar á landinu að þeir eru náttúrulega bara alls ekki í lagi og við urðum bara illa fyrir barðinu á því og rafmagnsleysið náttúrulega var til þess að við mistum út fjarskiptasamband og annars slíkt. Þetta var mjög erfiður tími og þarna var líka mikið tjón hjá bændum og það ekkert búið að vinna úr þessu veðri og við erum enn ekki komin með mat á tjónið hjá bændum og það ekki búið að klára í raun og veru þessar afleiðingar þessara veðurs og eins og við náttúrulega settum fram ákveðnar kröfur og til dæmis það að við myndum vera búið að tryggja okkur varafl fyrir næsta vetur og það hefur ekki fengið staðfestingu á að það sé komið en auðvitað vitum við að var lögð mikil vinna í eftir veðrið og það farið búið að setja fullt af flýtaðegjurum í gang og hjá okkur og nú er að fara að setja þriggja-fasa rafmagn út á Vatnsnes og Vesturhópið en við sjáum ekki að sé verið að laga í Víðidalnum þar sem er ofanjarðarlínur en það er og Landsnet er komið á fullt með að undirbúa byggingu á nýju tengivirki í Hrútatungu og það á að fara í framkvæmd á næsta ári sem er mjög gott. En við erum náttúrulega kvíðin fyrir næsta vetri ef okkur verður ekki tryggt varafl fyrir veturinn. Það er verið að endurnýja byggðalínuna alla? Já, það er verið allavega að undirbúa það, skulum við segja. En finnst ykkur ganga jafnvel of hægt eða hvað? Hefðu þið viljað sjá að það yrði gengið svona rösklegar til verka? Já, það má náttúrulega alltaf velta fyrir sér hvað hratt er og hvað ekki en allavega verður líka til þess að við fáum COVID og þetta allt saman að það verður hægst á allri vinnu við þetta eins og ég sagði við erum ekki búin að vinna úr afleiðingum óveðursins og við verðum náttúrulega bara að halda áfram við það og auðvitað viljum við sjá ákveðnum framkvæmdum flýtt og þar höfum við lagt mikla áherslu á tengivirkið í Hrútatungu og fá varafl og náttúrulega að setja í jörð, þar sem ekki komið í jörð. Það upphófust líka miklar umræður að ég vil bara svona byggðastefna, hún væri meira bara svona í orði heldur en á borði í raun og veru. Já, það var umræði það og við vildum náttúrulega sjá ákveðna hluti ganga hraðar heldur en þeir hafa gengið og vonast náttúrulega bara til að það verður litið sérstaklega til þess. Núna þegar við getum farið að líta upp úr síðasta verkefni. En tölum þá næst COVID-ið, sem sagt, þið lentu nú heldur betur þar í þeim fellibíl. Já, það er búin að vera margir fellibílarnir í vetur og það var einn af þeim. En við stóðum upp úr því, eins og öðru sem að við lítum bara björtum á augum núna, fram á við. Það fór bara nokkuð stór hluti sem sagt samfélagsins fór í einhvers slags einangrun. Já, fóru í sóttkví og það var náttúrulega kannski í svona litlu samfélagi þar sem að til dæmis eins og skólinn er stærsti vinnustaðurinn og skólinn fer fyrst í sóttkví hjá okkur. Þannig að það var stór hluti íbúa sveitarfélagsins var á tímabili í sóttkví
En með þessum aðgerðum sem fórum með úrvinnslusóttkvinni þá náðum við að komast í raun og veru fyrir þetta fjöldasmitt og einangra þá aðila sem voru smittaðir og það tók okkur viku í úrvinnslusóttkví að ná að hefta þetta. Og eftir það þá var þetta nú bara allt svona upp á við. En núna svona þegar þið eru farin að halla ykkur aftur í stólunum, þegar þú horfið tilbaka, innviðirnir, stóðust þeir þetta verkefni allt saman? Sko já, þeir gerðu það. Við erum náttúrulega heppin, við erum með mjög góða heilbrigðisstofnun þarna á staðnum sem var á vaktinni náttúrulega með okkur og við sluppum við að fá smittin í hana, þannig að já, ég myndi segja að við gátum haldið öllu gangandi og það var náttúrulega víða sem margir sem lögðu mikið á sig til þess að það væri hægt. Við náðum að halda allri starfsemi sveitafélagsins gangandi með takmörkunum og skólinn, þau sýndu sko bara að það var alveg kraftaverk hvernig þeim tókst bara á örfáum dögum að breyta öllum kennsluháttum og færa það yfir á netið og náða að halda úti skólastarfi þó með örlítið óhefðbundum hætti en þetta var alveg ótrúlegt að sjá hvað fólki lagði mikið á sig til þess að ná að halda öllu samfélaginu gangandi. Hefur þetta jafnvel orðið til þess að þjappa ykkur bara enn betur saman? Já, alveg klárlega. Það mjög mikil samstaða og samvinna í Húnaþingi vestra og það svona einkennandi fyrir þetta samfélag. Hvað fólk stendur þétt saman og það sýndi sér svo vel þarna í vetur. Hvað í raun og veru bæði í tengslum við óveðrið og COVID-ið, hvað í raun og veru þetta gott samfélag og stendur þétt saman. Skólasamfélagið tala svolítið mikið svona þessa vikurnar minnstakosti að það sé nú ýmislegt hægt að læra af COVID-inu öllu saman. Já, við sjáum náttúrulega með þessum óhefðbundnu kennsluaðferðum það alveg nýtt sem hefur ekki verið inn í skólanum og við ættum að geta lært mikið af því og nýtt okkur þá reynslu sem var til í COVID-inu og notað hana áfram á mörgum sviðum. Þannig ég held að við getum litið alveg til þess og við sjáum til dæmis með ætti að koma í ljós að störf án staðsetningar ætti ekki vera neitt vandamál því að við gátum öll sinnt störfum okkar að heiman og það ætti svona að gefa ákveðna vísbendingar að við getum verið með mjög fjölbreytt störf allt land. Þetta það sem að þið eru sérstaklega þá að herja á ríkisvaldið til dæmis að fjölga slíkum störfum án staðsetningar? Já, það hefur náttúrulega verið stefna ríkisstjórnarinnar að gera þar og auðvitað hvetjum við til þess að auglýsa fleiri störf án staðsetningar og við erum tilbúin til að taka á móti slíkum störfum í Húnaþingi vestra og vonumst náttúrulega til þess að við förum að sjá fleiri störf þar, opinber störf. Og við erum að skapa aðstöðu til þess að geta tekið á móti slíkum störfum. Þannig að þið eru að búa okkur undir þetta og ert að segja það að þið séu að fara að setja upp sér aðstöðu til þess að geta tekið við fleiri störfum án staðsetningar? Já, það í undirbúningi að gera svona skrifstofuhótel á Hvammstanga og það SSNVF að vinna því verkefni og þá skapast fleiri og ný tækifæri til að taka á móti fólki í störfum án staðsetningar. Ríkið, opinbera nú með til dæmis á Hvammstanga starfsstöðvar ýmsar? Já, það með eina starfsstöð, Fæðingarorlofssjóður staðsettur á Hvammstanga og það hefur reynst mjög vel og gefur góða raun að hafa hann þar. Og þið viljið fjölga slíkum störfum? Já, við myndum gjarnan vilja fjölga slíkum störfum því að það gott að vera í Húnaþingi vestra og stöðugt vinnuafl. Hvenær áttu von á því að þetta skrifstofuhótel taki til starfa? Ég veit það ekki alveg en það verður á næstunni, það verður að vinna þessu núna. Einn af stærstu útgjaldaliðunum hjá sveitarfélögunum einmitt rekstur skólans. Það verið að stækka grunnskólann eða hvað? Já, nú bara í gær voru settir upp 2 byggingakranar á Hvammstanga og það var að fara að steypa upp skóla sem 1200 fermetrar stærð og auk 200 fermetra kjallara. Þannig að það eru miklar framkvæmdir núna fyrirhugaðar á næstu mánuðum hjá okkur. Og veitir ekki af? Nei, og veitir ekki af. Það fjölga börnunum hjá okkur og við þurfum stærri skóla. En þegar þú horfir yfir sviðið, þetta þó nokkuð mikið landbúnaðar hérað, sauðfjárbúskapur, hann hefur átt svolítið vök að verjast. Eru mörg sóknarfæri?
Já, þetta eru sóknarfæri í landbúnaði eins og öðrum greinum og við sjáum það náttúrulega með tilliti til matvælaöryggis að þá er sóknarfæri í þessum greinum en auðvitað þetta búið að vera mjög erfitt og er erfitt en að ég hef fulla trú á því að þetta það séu sóknarfæri þarna og landbúnaðurinn eigi eftir að styrkjast. Eru margir bændur í ferðaþjónustu til dæmis? Já, það eru þó nokkuð margir bændur sem eru í ferðaþjónustu með og við sjáum það náttúrulega hjá okkur að atvinnuleysi er mest á Norðurlandi vestra, þá er mest atvinnuleysið í Húnaþingi vestra og það tengist náttúrulega beint ferðaþjónustunni og flestir sem eru atvinnulausir þeir gera. Það er stundum talað að Húnavatnssýslurnar séu svona gegnum keyrslusvæði svolítið. Já, það er oft talað það en það er alveg vel þess virði að stoppa þar því að það er mjög margt fallegt að sjá og það er einstaklega gaman til dæmis að keyra Vatnsnesið og þarna er Hvítserkur og þarna er mjög auðvelt að sjá seli og núna í sumar og vor þá hefur ekki þurft að sigla út til þess að skoða hvali, það er bara hvalir þarna allan fjörð hjá okkur og mjög margir fallegi staðir við erum með í Víðidalnum og í Hrútafirðinum og það er mjög auðvelt að eyða alveg nokkrum dögum bara í Húnaþingi vestra að skoða, skemmtilega gönguleiðir og mjög margt við að vera. Selasetrið er á Hvammstanga, það er töluvert gert út á selaskoðun og svo eru líka rannsóknir stundaðar. Já, selasetrið er þarna og það er sýning og þar eru mikla rannsóknir á selum við Ísland og þarna í Húnaþingi og margir sem koma eingöngu til þess að skoða seli. Rekstur sveitafélags á borð við Húnaþing vestra, það er í þessari umræðu að sameina sveitafélögin, þá er mjög snemma talað að reksturinn hann sé alltaf að verða fjölþættari og það sé í ýmis horn að líta og hann er orðinn sérhæfður. Já, það er náttúrulega þannig á sveitafélagi eins og Húnaþing vestra sem er langt frá stærri kjörnum að það er með öll verkefni inni á sveitafélagsskrifstofunni. Þannig að það sem víða er í minni sveitafélögum sem eru útvistað eða er í byggðasamlegum öðru slíku en í Húnaþingi vestra þá erum við með alla málaflokka inn á sveitafélaginu. Þannig að þetta er mikill rekstur á svona litlu sveitafélagi. Hvað með sameiningu sveitafélaga? Þið þurfið í raun og veru ekkert endilega að sameina þið eru yfir 1000? Já, við erum yfir 1200 og föllum þá ekki undir væntanlega þessi nýju lög. En auðvitað ef það er talað við okkur þá erum við tilbúin að skoða allt en það er engar ákvarðanir teknar í því og í sjálfu sér eru við bara í góðum málum eins og er. En eru svona hreyfingar í allar áttir, sveitarstjórnarfólk er mikið að tala saman eða hvað og svona kanna landslagið? Já, maður heyrir það er víða verið að ræða sameiningar og skoða möguleika og það er bara eðlileg hlutur að það sé skoðað og svo er bara teknar ákvarðanir heima fyrir á hverjum stað. En Húnaþing vestra þekki það nú ágætlega svo sem að sameinast? Já. Það er 20 ár síðan að þar voru sameiningar fyrst og það hefur gengið mjög vel og þess að ég sagði þá er þetta orðið mjög samheldið sveitafélag og maður er ekki var við það núna sem ég kem svona nýjan, ég er ekki var við það þetta hafi verið margir hreppi, það eru allir að vinna að sama markmiði innan Húnaþings. Þannig að það er líka mjög gaman að sjá að það sem vel er staðið að þessu, þar getur þetta virka bara mjög vel og verið sveitafélaginu og svæðinu til framdráttar. Það er töluverð kúnst örugglega að sameina sveitafélög. Já, alveg örugglega og maður þarf líka lítið að þannig að þú ert að sameina stjórnsýslu en ekki samfélag endilega. Þannig að það fær hver að halda sinni sérstöðu. En samvinna sveitafélaga, hún er nú engu síður töluverð hjá okkur eða ekki? Jú, samvinna sveitafélaga er alltaf til staðar og er töluverð. Og þá erum við samvinnan er mest innan sambandssveitafélaga á Norðurlandi vestra, innan SSNVAF og meðal sveitafélagana innan þess svæðis. Það er núna verið að undirbúa nýja byggða áætlun, umræður eru að hefjast. Þið væntanlega komið til með að senda inn einhver erindi, til dæmis bara í samgöngum. Já, við náttúrulega þreytumst ekki á að tala Vatnsnesveginn og munum náttúrulega halda áfram að tala hann.
og náttúrulega í Húnaþingi vestra það raun og má segja sér bara til þess einn malbikaður vegur, það þjóðvegur 1, annað malarvegir í Húnaþingi vestra. Þannig við þurfum náttúrulega að leggja áherslu á það, á samgöngurnar. Við viljum náttúrulega leggja líka áherslu á opinber störf, að við fáum fleiri opinber störf og svo eru fleiri þættir sem við þurfum að leggja áherslu á eins og við erum búin að fara yfir innviðirnir hjá okkur og annað slíkt. Sko. Þannig að þið komið til með að fylgjast vel með þessu öllu saman. Já, örugglega, að við gerum það. En þú sem sagt, ert ekki búin að vera sveitarstjóri mjög lengi, þú varst bara varla komin þegar óveðrið skall á eða hvað? Nei, ég var bara rétt lent þegar óveðrið kemur og þetta náttúrulega búið að vera svolítið sérstakur vetur og sérstakt að koma inn í samfélagi í svona vetri og þannig ég þarf svona að fara að setja mig í stellingar og vona að verði betri vetur næsti vetur verði betri. En þegar að svona lagað gerist sem sagt bæði óveðrið, svo kemur heimsfaraldur, þá væntanlega skiptir það miklu máli að innviðirnir þeir fungeri og samstaða heima fólks. Já, það skiptir máli sko. Og það var náttúrulega það sem gerist í óveðrinu, innviðirnir virkuðu ekki. En samstaðan var til staðar og í heimsfaraldurinu þá var það samstaðan og þar virkuðu innviðirnir að mestu leyti. Þannig að þú ert nú svona þokkalega bjartsýn á framtíðina, heyrist mér. Já, ég er mjög bjartsýn á framtíðina, ég er mjög bjartsýn á hana og ég sé mikil tækifæri í Húnaþingi vestra og ég held að þetta sé samfélagi sókn og muni að halda áfram að fjölga á næstu árum. Það sé alveg ljóst. En þú svona rétt komin, ertu farin að kunna á áttirnar sem sagt austur og norður og inn eftir og út eftir og svo framvegis? Þetta er allt að koma, ég er alveg búin að ná sko höfuðáttunum, en ég er kannski ekki alveg komið rétt að lingóið í hvort maður er að fara inn eða út eða fram en það kemur. En er þetta ekki í svona stóru sveitafélagi, þetta er bara mismunandi eftir því hvar þú ert stödd í sveitafélaginu, hvernig menn tala? Jú, það er nú oft þannig og svo þarf maður að setja sig inn í það eftir hvaða stað maður er í sveitafélaginu. Ragnheiður Jóna Ingimarsdóttir, sveitarstjóri Húnaþings vestra, þakka þér fyrir komuna. Takk svo bless.